dramatísk innkoma. Já, svolítið. Komið sæl og blessuð, verið velkomin á þessa samkomiðina á United. Við erum hérna saman komin til að lofa Guð og það gleði hjarta mitt. Það gleði hjarta mitt að þú, Silvía, sért komin inn að vera með mér. Og það er svo gaman að fá að vera með. Já, það ekki? Jú, elska það. Já, það er nefnilega gaman og hérna gaman að syngja saman og lofa Guð saman. Það vill svo til að hérna í salnum í kvöld eru tvær manneskjur sem að eiga afmæli. Það er bara þannig. Og við elskum þær báðar rosa mikið og hérna okkur langar að syngja afmælisöngi til þeirra. Ég ætla að biðja þær að standa upp. Anna, Margrét og Margrét. Hvað er hérna núna? Margrét, afmælisdrottning og Margrét er hérna einhvers staðar. Anna Margrét. Margrét Herinja, eina sanna krakkar. Við skulum standa upp. Já. Anna, Margrét, vilt þú ekki koma hérna fram líka svo við getum sungið fyrir þig? Og við ætlum að syngja þær. Já, þær eiga afmæli. Já, við ætlum að gera það. Já. Og allir með. Þær eiga afmæli í dag. Þær eiga afmæli í dag. Þær eiga afmæli báðar. Þær eiga afmæli í dag. Halleluja. Við viljum ekki athygli á því að það er hérna, hún er 42 og 50 ára! Hipp hipp! Húrra! Hipp hipp! Húrra! Hipp hipp! Húrra! Ok, förum í laggerð. Til hamingju með daginn, stelpur. Megi Guð geyma þig og hérna einhver báðar og bara takk fyrir að vera hérna með okkur, takk fyrir að gefa samfélaginu okkar svona fallegan lit, þið eru yndislegar. Það fallega við samfélagið okkar er að við elskum hvort annað til lífs. Mér langar líka að segja hérna, fyrsta lagi sem ég er að fara að syngja, það heitir No Longer Slave. Og hérna fjallar að vera ekki lengur þræll óttans. Ég heyrði það líka í morgun og var ég eitthvað svona á vappinu hérna og var að tala þessu við Guð og rambaði þá inn á, ég býst við að hann hafi sendt mér þetta á Instagram. að þá kom að að áttavitin var fundinu upp á undan klukkunni. Það er mjög einföld ástæða fyrir því. Það er út af því að það skiptir meira máli hvert við erum að fara heldur hversu langa tíma það tekur að fara þangað. Og áttavitin hjá mér var mjög brotinn í svo langa tíma. Og hann var líka brotinn eftir ég varð heill og búinn að finna Guð. Hann var brotinn á þann hátt að ég hélt að ég væri leiðin í áttina að óttaleysi. Og það mun aldrei ganga upp. Maður getur ekki verið óttalaus. Þetta snýst hugriki, að ná í hugriki. Og leiðin þangað er að ég var alltaf svo ósáttur við að verði ekki óttalaus. Að ég var ennþá með ótta inn í mér, ótta við að fara upp á svið, ótta við að tala við aðra. Að ég var bara, af hverju get ég ekki losnað við þetta, skiljið? En ég fattaði ekki að áttaviti minn var vitlaus. Að hann var að miða að einhverju fullkomnu sem ekki til. Heldur en frekar að finna hugriki til þess að mæta óttanum og vera ekki lengur þræll óttans. Það óttin mun alltaf vera inn með okkur, en ef við erum með Guði og við erum með Jesú og við erum með fólki kringum okkur sem tala líf inn í aðstæðnar okkur og við tölum líf inn í aðstæðar okkar hjá okkur sjálfum, bara byrjaði að dreyma hversu langt við viljum fara út af því að það mun verða veruleika. Þannig að fyrsta lagi sem við ætlum að syngja í kvöld, það er bara, við ætlum að lofa Jesú og við ætlum að lofa það að vera ekki lengur þrælar óttans og stíga inn í þetta fullkomna, yndislega frelsi sem það er að vera með drottinn Jesú í lífan okkar. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. Sing your soul, Simon. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear.
by songs of deliverance. We've been liberated from our bondage. We're the sons and the daughters. Let us sing our freedom. You split the sea so I could walk right through it. Your fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. Your fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. Yes, I am. I am a child of God. Yes, I am. I
til, syngjum þetta bara saman. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. is the Lamb, worthy is the Lamb, you are holy. Óbúslega falleg lókjör og bara svona maður endur tekur þetta að þú ert heilagur og ég sé stundum fyrir mér þegar maður syngur þetta lag eða þessa setningar að maður standi með það fullu salurinn af englunum og er að syngja með okkur og er að tilbiðja konungana. Það var þarna sálmur 103 sem að ég var með hérna á bænastundin áðan og hann er svona, sálmur 103. Lofa þú drottin sála mín og allt sem í mér er, hans heilaga nafn. Lofa þú drottin sála mín og gleym eigin einum velgjörðum hans. Hann fyrirgefur alla misgjörði þínar, læknar öll því mein, leysir líf þitt frá gröfinni og krýnir þig með náð og miskunn. Hann mettar því gæðum og þú yngist upp sem örninn. Þetta er nú handa þér, Margrét. Þú yngist upp sem örninn, 5. sammálniðinu. Amen. En þetta er svo magnað þetta. Lofa þú drottin sála mín og allt sem í mér er,
hans heilaga nafn, að sama í hvaða kringumstæðum við erum. Við getum alltaf lofa Guð. Hvort sem við kunnum textan eða ekki. Og þá getum maður bara svona skipt gír og það bara fara að biðja. Og eina stutt á sögu. Ég var einu sinni í Burkina Faso næstu í 40 stiga hita í janúar fyrir mörgum árum síðan. Og ég var náttúrulega bara í stórkostlegum kringumstæðum í hjálparstarfi og inn á skólalóðum með fullt af börnum og í mjög sérstökum kringumstæðum. Og á hverjum degi þá bara var maður myndur á náð Guðs og hvað Guð hvað hann búinn að vera að gera í lífi þá mínu þarna. Og ég hringdi manni minn til Íslands. Hann var ekki í 40 gráða hita í Afríku, en það sama tímabelti. Klukkan það sama á Íslandi og í Burkina Faso. Og hann var aftur á móti í rók og rigningu og frosti á Íslandi og ég hitt honum í Burkina Faso og við vorum að tala saman og það var kvöld og tungli var úti og ég sagði við hann, kíktu út gluggann, horfðu á tunglið og þá erum við bara saman, hlið við hlið. Og ég svona, hvað er það, Silvía? Nú ert þú og Bjarni. Og ég gæti upplifa það að sem sagt, við á sama tíma belti með tungli fyrir ofan mig en hann var náttúrulega bara í allt öðru kringumstæðum en ég. Á Íslandi í kulda og vosbúð og ég bara í hita og í ævintýri lífsmíns þannig. En mér fannst við geta bara hort til heimins og bæði hort á tunglið og næstu því og verið alveg hérna sko. En við vorum samt alveg rosalega langt í burtu í ólíkum kringumstæðum en samt gátum við verið í einingu eins og við værum bara hérna og bara drottinn Guð í einingu í bæn og þakkagjörð. Hjartað innstillt að lofa og þakka Guð eins og vorum að gera núna. Að hérna fjarlægðin er eitt, kringumstæður okkar er annað. Hvað vorum við upplifað í morgun eða í gær er mjög ólíkt, bara hjá okkur tveimur. Allt annað, en við getum alltaf komið saman í einingu og lofa Guð að því Guð er góður og lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér er og gleym eigi neinu þar sem Guð hefur gert í lífiðinu, er að gera í lífiðinu og mun gera í lífiðinu. Þú getur alltaf lofa Guð að því að hann er sá sami í gær og í dag og alla eilíf. Amen. Þannig ég ætla ekki að sleppa þér. En ég bið ykkur að standa öll upp og þið þurfum ekki endilega að leiða næstu mannesku ef þið þekkja hann ekki, ég geti bara sett hendina á öxlina og hérna á næstu mannesku og við stöndum öll saman og hérna Ágúst hérna og heldur gítarðinn. Takk Jesús, drottinn Guð komið fram fyrir þig. Akkurat núna, eins og við erum, í þeim kringumstæðum sem við erum akkurat núna. En við komum í einingu að því að við erum líka með þinn hér á jörð. Og við þökkum fyrir það í lofgjörðin og í tilbeiðslu og við þökkum fyrir það sem þú ert að gera í líf okkar. Og þakka þér fyrir það sem þú ert búin að gera og allt það fólk sem við þekkjum sem hefur tekið á móti Jesú hérna inn í þessum sal og í starfinu. Á draumasetrinu og samkomum og út á götu, tekið á móti þér. Sum þeirra eru enn á meðal okkar í dag og sum eru í fangin á þér, Jesús. Og ég þakka þér drottinn að við getum lagt líf okkar og framtíðina í þínar hendur. Og ég þakka þér fyrir hvern og einn sem er hérna í kvöld. Og ég þakka þér fyrir það sem þú ert að gera í lífið þeirra, akkurat núna, sama hverja kringumstæðurnar eru. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Já, það er bara verið þetta, ég get ekki sungið sko. Það er yndislegt og við höldum bara áfram í þessari lofgjörð og tilbeiðslu og á þeim stað að Guð er góður og hann er með áætlun fyrir lífið þitt. Amen. Og samskot, pósinn er aftast, Einar er kannski með dallinn. Já, og það er hluti á lofgjörðinni. Amen.
Takk, Jesus. Upphefjum þig, við upphefjum þig, við upphefjum þig, þig ó Guð. Við upphefjum þig, við upphefjum þig, við upphefjum þig, þig ó Guð. Hvað er fallegt. Syngjum þetta saman. Við upphefjum þig, við upphefjum þig, við upphefjum þig, ó, þig ó Guð. Við upphefjum þig, Jesús. Við upphefjum fyrir að þú ert hér. Takk fyrir að við fáum að vera hér í sameiningu og lofa þig. Í það sem tveir eða fleiri koma saman, þar er Guð mitt á milli. Hann er meðal okkar. Hann er hér, núna. Mér langar svo ótrúlega mikið, af því ég megið svo mikið svona á hjartanu, við þurfum að standa meira saman og vera meira í sameiningu. Það mér langar ótrúlega mikið að biðja þau sem þora að koma framar, stíga hér fyrir framan, svo langar við mig að við biðjum saman Faðir vorið. Að
Af því við ætlum að stíga hreinlega bara fram og við ætlum að biðja Guð að fyrirgefa syndir okkar. Við ætlum að biðja Guð bara að vera með okkur, skiljið. Við ætlum að biðja Guð og alla litlu bænina sem að þið eigið, sama hversu litlar og stórar þær eru, ef þið þorið að stíga fram, ef þið viljið það ekki, megið þið vera í sætinu ykkar, þið megið krjúpa, þið megið standa, liggja, sitja, það skiptir mig engu máli. Bara svo lengi sem við erum í sameiningu og við biðjum Guð að vera með okkur hér. Eru þið tilbúin með mér? En við ætlum að biðja Faðir vorið saman, við ætlum að lækka aðeins í tónlistinni, strákar. Bara lítið, ekki alveg fara út. Ég er svo kröfuhörð. Takk, Jesús. Þannig við ætlum að biðja saman. Ok. Takk, Jesús. Ég þarf að vera á takti, sko. Halleluja. Takk, Jesús. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himnum. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsar oss frá illu, því að þitt er ríkið, máttur og dýrðin að eilífu. Amen! Við upphefjum þig, Jesús, við upphefjum To you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. Jesus, you are worthy of it all. Hey, life high, for from you are all things, and to you deserve the glory.
Finnið þið nærveruna. Finnið þið hversu þykk hún er. Að því leið og þið komið fram og voru með okkur algjörlega í lóðgjörninni, þá breytist andrúmsloftið. Og við finnum einhvern veginn bara, ok, það er eitthvað að gerast hérna. Og ég hef trú á því, ég trúi því að Guð ætlar að gera eitthvað meira fyrir þig. Hann ætlar að gefa þér eitthvað meira. Ég veit ekki hvað það er og ég veit ekki hver það er, líklega við öll. Ég vil trúa því að við ætlum að fá meira. Mögulega er það bara einhver endurnýjun á hjartan okkar. Mögulega er það endurnýjun á hugafari. Mögulega ertu að koma meira inn í þetta ljós. Þannig leyfðu Guði að leiða þig þangað. Ekki vera bara alein með lokað hurð eða alein. Opnaðu hurðina og hleyptu honum inn og labbaðu með honum þangað sem hann vill leiða þig. Við upphefjum þig. Við upphefjum þig. Við upphefjum þig, ó, þig, ó Guð. Takk Jesús. Halleluja. Halleluja Jesús. Takk Jesús. Nú ætlum við að fara inn í, langar að voða lítið að fara inn í það samt. Jæja, ok, gerðu það. Þú fyrst byrjar. Guð gaf mér lag árið 2007 eða 2008, veit ekki alveg hvenær. Og þetta var lag sem leysti mig. Og mér skilst að það hafi blessað marga. Ég kem úr umhverfi þar sem að pabbi minn var alkohólisti og fíkill. Og þegar hann drakk þá barði hann mömmu. Og við lentum í því daginn að mamma fór sem sagt í svona augnloka aðgerð. Og hún var alveg bara nýbarinn. Það var upplifun sem við fundum. Þegar hún sendi mig mynd af sér, hún var alveg í mólum. Ég varð allt í einu bara 5. Af því ég sá mömmu svoleiðis. Og ég þurfti bara að biðja og bara var ótrúlega mikið og ég fann bara hversu týnd ég varð allt í einu bara á að sjá hana svona, af því að þetta er mamma sem gekk með mér í gegnum allt og ég gekk með henni. Og mamma er á mun betri stað í dag, hún er ekki í ofbeldissambandi og ég er nýlega komin úr einhverju ruggsambandi og öðru ruggsambandi, en í dag á ég svo ótrúlega skemmtilegt líf og ég leyfi mér að vera hamingjusöm. Ég þurfti actually að leyfa mér það, krakkar. Eru þið búin að leyfa ykkur að vera hamingjusöm? Eru þið búin að segja, ok, ég má það? Að því leið að við gefum okkur sjálfum leyfi til þess, þá breytist eitthvað. Þá stígum við inn á næsta skref. Þannig við ætlum að syngja þetta lag, eitthvað kunna það, því við endilega lofa Guð með okkur. Ekki vera feimin við það, annars er það mjög auðvelt og þið lærið það strax. Takk Jesús. Halleluja, heilaði Faðir. Ég var týnd en nú er ég fundin. Ég fór leið. Ég ekkert er ekkert án þín. Ég er svo glöð að þú komst til mín. Þú ert heilagur. Þú ert minn Guð. Þú
Jesus. Takk heilagi Faðir. Halleluja, takk Jesus. Halleluja, takk Jesus. Takk fyrir lofgjörna þína heilagi Faðir. Takk heilagi Faðir. Þú ert heilagur. Þú ert minn Guð. Takk Jesus. Halleluja, amen. Yndisleg lágjörð, ekki? Vá, þetta lag alveg magnað. Ég man þegar ég hitti Silvi í fyrsta skipti, þá söngum þetta lag. Og geggjaður vitnisburður eða Guð kemur inn líf okkar. Það sem var svolítið hjarta mínu í dag, sem ég var allavega svona hugsa það var þetta kom úr myrkri í ljós. Og ég þekki það náttúrulega mjög vel og við mörg okkar hér inni. Og gleymdi tölvunum minni, það svo sem allt í lagi. Í Jóhannesar Guðspjalli í 8. kaflanum og 12. versi stendur, nú talaði Jesús aftur til þér og sagði, ég er ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki gangi í myrkrið. Hann mun ekki gangi í myrkrið, hann er ljós heimsins. Og það var þannig sem kom inn í mitt líf. Við ekki að rísa á fætur og biðja hans. Ég finnaði samanræni Silvíu. Það Guð að vinna í hjörtu fólks eitthvað. Bara Drottinn við þakkaði fyrir náðin og miskunn. Þakkaði fyrir Drottinn að þú ert hér, Drottinn. Við biðjum að blessa einn og sér hvað sem er inni, Drottinn. Eigðu við hjarta okkar. Komdu inn í hjarta og komdu inn í líf okkar, Drottinn. Umsnúðu hlutunum, læknaðu það sem þarf að lækna, Drottinn. Byggðu upp það sem brotið er, Drottinn. Við þráum bara frelsi, við þráum kærleika þinn og elsku, við þráum fyrst og fremst þennan frið, Drottinn í hjartað. Og Drottinn, gefðu okkur að sjá okkur sjálf eins og þú sérð okkur, Drottinn. Yndislega sköpun þína. Við viljum sérstaklega biðja fyrir þeim sem eru hér inni í dag, Drottinn, og eru brotin. Kannski ekki í miklu áliti hjá sjálfum sér. Finna sig hafa mistekist. Finnast að get ekki, skilji ekki, vit ekki, vilji ekki. Drottinn, mig bara biðjum að koma sérstaklega inn í líf þeirra, Drottinn. Gefðu þeim, Drottinn, að sjá að þú ert alltaf til staðar fyrir þau. Þú ert alltaf tilbúin að grípa inn líf, þú ert alltaf tilbúin að koma með þína yndislegu hönd, Drottinn, snerta við hjarta okkur og gefa okkur að finna, Drottinn, að þú ert með okkur í einu og öllu sem við tökum okkur fyrir hendur. En til þess að það megi gerast, Drottinn, að biðjum að gefa okkur djörfung og þor til þess að opna hjarta okkar. Sýt út hendurnar og segja, Drottinn, hér er ég. Komdu inn í líf mitt. Hjálpaðu mér að stíga þessi skref. Taktu burtu þennan ógeðslega kvíða og ótta sem að berjast í lífinu alla daga, Drottinn. Verkurinn sem hérna í maganum. Og þetta er svo auðvelt fyrir þig, Drottinn. En bara það að við megum taka skrefið, hafa djörfung og þor til þess að gefast upp frammi fyrir þér, Drottinn. Til þess að geta hafið nýtt líf, án kvíðans, án óttans, án hræðslunar. Sjá, Drottinn, dagana sem að koma framfyrir okkur, Drottinn. Og finna hana fullkomna frið, Drottinn, sem þú einn getur gefið. Bara þú getur gefið hann. Þú ert yndislegu frelsar og við erum svo þakklátt fyrir krossgöngu þína, fyrir að hafa dáið á krossinu fyrir okkur til þess að við getum eignast þetta líf. Svo gafst mér og svo mörgum hér inni og ert tilbúin að gefa öllum sem vilja taka við því, Drottinn minn. Þökkum fyrir að þú ert ljós heimsins og við þurfum ekki að ganga í myrkri. Gefðu okkur trú og meiri trú, Drottinn, til þess að standa á orðinu, Drottinn, og vera fullviss í líf okkar. Við þurfum bara lítið mustaskorna trú til þess að byrja gönguna, Drottinn. Þú sannfærir okkur hlutina síðan, Drottinn. Við þökkum fyrir að þú ert hér, Drottinn minn. Eða við líf okkar. Gefðu okkur núna frið í hjarta til að taka móti því sem þú hefur fyrir okkur í Jesú nafni. Amen. Það getur bara beðið, það bara eiginlega best að bara biðja, held ég. Það svo gott að
leita drottins og ég hérna búin að vera umgangsvöldi á fólki núna upp á síkasti sem að berjast við hennan ógeðslega kvíða og ótta og tilgangsleysi og vitið það hérna og það bara alveg, það lífshættulegt og við höfum bara fengið að sjá það í lífi svo margra að það bara lífshættulegt að fólk á þessum stað í þessu myrkri en Jesús vill koma inn í lífið, hann vill gefa það ljós inn í lífið, hann vill gefa það kærleika og elsku og vináttu fá að ganga með þér, hjálpa þér í þessum erfiðleikum sem þú ert í og þetta snerti bara svo óbúslega mikið við mér að því ég var að ræða við mannesku og þú veist hvað það sem baráttu en þú veist fíknin til dæmis hún alveg gríð þetta svo öflugt ógeð sem hefur svo mikið tök á líf okkar ég man skrifaði minningagrein bróði minn og þegar hann dó og ég man ekki alveg hvernig þetta þessi hérna nokkur skona ljóð sem að ég skrifaði neðst í minningagreinin þá eitthvað ég öflugri en allir herir heims samanlagðir ég tordim fleiri mannslífur heldur en flóð, stormar og fellibyrð ég birtist í allskis myndum ég birtist á landi og í sjó og í lei, ég man ekki hvernig það og svo endar þetta á ég tek allt og ég gef ekkert ég alkahól þetta ég endaði minningagrein á þessu ég veit ekki hver samdi þetta eða hver gerði þetta, mér finnst það bara svo rosalega öflugt sko að þessi sjúkdómur hefur tekið fleiri líf heldur en flóð, stormar og fellibyrðu og stríð og þetta gerast í hver einustu viku hjá okkur og svo heyrir það að það einhver Jesús sem vil taka þín og gefa þér ljós komin í lífið þitt, láta þér lífi ljósi gefa þér kærleika og vináttu, lækning og lausn á öllu sem þú ert að berjast við og besta baráttan við okkur sjálf þar. Það að trúa því að Jesús vilji koma inn í lífið okkar. Það sé einhver Jesús til. Það sé einhver Guð til sem vill koma inn í lífið okkar og snúa því við og breyta því. Og stundum þarf maður að fara algjörlega á botnin eins og ég gerði, algjörlega bara við dauðans dyr til þess að fullkomlega taka því inn að ég hafði enga aðra leið heldur en hann. Og mitt hjarta, síðan ég var edrú 2010 þegar ég var edrú í seinna skiptið, þegar ég var búin að vera edrú í mörg ár áður ég datt í það í 10 ár, að þá þegar ég vaknaði þennan dag, þá upplýði svo rosalega sterkt að þú veist, það var annarkvort að bara deyja, það var ekki til neinn leið meira niður á við heldur en bara kistubotnin. En ef ég vildi hafa þetta mustaskort sem ég var að biðja núna, þetta mustaskort trúarinn í lífi mínu, þá gat ég byggt á því og ég gerði það í mínu lífi. Og þetta trú og trú á hans að efast eins og ég segi oft við ykkur, að þetta trúin á hans að efast. Þú þarft ekki endilega að vera fullviss í trúðinni, en við verðum að hafa þetta mustaskort trúin að trúa því að Jesús Kristur getur komið inn í líf okkar og breytt því. En það við sem þurfum að opna þessa dyr. Og það sem gerist það í þessu myrkri sem þá bara, við finnum ekki hennan hurðahún. En vitið það að Guð breytni bæni í burtu. Það bara að koma fram fyrir hann og segja bara drottni, ég get ekki meir. Hugsaðu hvað þetta auðvelt, skilurðu að það allt í rúst bara eins og var hjá mér. Eða kvíðin að fara með þig. Eitt sagði við mig í dag, já, ég bara skil ekki, ég dópaði svo rosalega mikið núna bara þegar ég datt núna og það var bara því að ég vildi bara dópa nú mikið þannig ég þurfti ekki að vakna aftur. Og það þetta sem ég að tala um, þessi sjúkdóm svo ógeðslega öflugur að hann náttúrulega bara steikir okkur hausinn og við förum að trúa legunum sem koma inn í huga okkar að við getum ekki, kunnum ekki, skiljum ekki og við séum bara aumingjar og það steinist ekki sem þú segir að það alltaf mistök og þetta alltaf að gerast aftur og aftur og aftur. En vitið það að því að við berum þennan sjúkdóminn, þetta ógeð inn í líf okkar og við þurfum bara að rísa upp að nýju og gefa Guði líf okkar. Og við höfum hort á það svo ótrúlega marga vitnisburði þegar það loksins gáist upp. Við viljum öll vera í lagi, við viljum öll vera án áfengis og fíkniefna, við viljum
eignast þetta líf, við viljum losna við kvíðan og óttan og hræðsluna, vanmáttakendina, þessa sjálfsvíks hugsanir sem kom í hausinn, ég vil bara fara, þetta er bara búið, ég get ekki meir. Við þurfum bara að fá þetta ljós inn í líf okkar sem er Jesús Kristur. Og við þurfum þá ekki að ganga í myrkri. Og þetta er að gerast í myrkrinu. Og hvað er í myrkrinu? Það eru afbrotin okkar, það eru syndirnar, það er þetta sem það er vantrúin okkar, það er niðurrifið í líf okkar, það gerist í myrkrinu. Fáum bara ljósin í líf okkar, ljósið er Jesús Kristur. Og hann lýsir upp tilveru okkar á líf og hann gefur okkur þennan frið. Og ég hef sagt ykkur það að þegar ég fullkomlega tók þess ákvörðun að stíga skrefið fyrir nú, bara takk Jesús fyrir lífið, takk fyrir að þú bjargaði lífinu, takk fyrir að þú vakti mig upp frá dauðum og gerði það þrisvar. Takk fyrir að þú er áætlun fyrir lífið mitt, áætlun til heilla en ekki til óhamingju, vona ríka framtíð, segir Biblían. Og það er það sem ég vildi eignast, það er það sem við viljum öll eignast, annars værum við ekki hérna í kvöld. Það er að því mörg okkar er á þessum staði í dag að vera uppfylla kvíða og ótta, vera kannski með myrkur í lífi okkar sem við erum að berjast við og erum að reyna að finna okkur leiðin út úr því. Þá vitið svarið er bara eitt, það er bara Jesús. Komdu inn í líf mitt, taktu við mér, studdu mig, hjálpaðu mér að ganga þessa leið. Það gerði ég og þá bara kemur þetta. Allt það sem hafi gerst. Auðvitað erum við að berjast í fullt af hlutum. Það stendur hvergi að þetta verið auðvelt. Men það er oft barátta í líf okkar, þó við eigum lifandi trú í Jesú Krist. Það er bara barátta í líf okkar. Og barátta í líf okkar er ekki við menn að holda blóði. Það er ekki við fólk, sko. Ég lofa eitthvað því. Þú veist, það er tignunar á völdin. Andaverur vonskunar sem reyna að koma inn í lífið til þess að stela, til þess að slátra og eyða. Hann þolir því ekki, hann þolir, þú veist eins og ég var bara örugglega einn óvinarins besti verkamaður, búin að vera í mörg ár og það þekkjum við mörg í líf okkar. Þjóttu, kjöftu, lín, ómerkilegur og eðlugur og allt í einu. Og auðvitað vill hann ekki missa svona fólk, sko. Og hann berst. En vitið þar hvað, gleði fréttina er það að sigurinn er unnin. Jesús Kristur, hann greiddi þetta skuldabréf sem við erum að berjast í að borga af. Hann greiddi þetta allt á krossinum. Alveg sama hvað það er. Kvíðaninn, óttan, alkoholisman, krabbamein, nefndu það. Hann dó á krossinu fyrir þetta allt. Til þess við getum eignast þetta líf. En trú okkar er svo mikilvæg, þó það sé bara þetta mustaskor trúar, þetta pínu litla, kannski, eða bara möguleiki, þetta gæti kannski hjálpað mér. Og þá stígur við skrefið og biður hann að koma inn í lífið, þá byrjar hann að breyta. Hann er búinn að vera á hurðinni, hann er búinn að hamast á hurðinni. Leiftu mér inn, ég skal hjálpa þér, ég veit hvernig þér líður. Ég veit hvernig þér þarna á bakvið inn í herbygginu sem þú ert í. Ég veit að myrkur þarna og kvíðinn er að fara með þig, óttinn er að fara með þig. Ekki hugsa þetta og ætla að fara að taka lífið þitt, ekki gera þetta, ekki gera hitt. Komdu bara, opna þessa hurð, þetta er bara einn hurðahúð. Opna hann. Og ég skal koma inn í lífið þitt, ég skal koma með þetta ljós, ég skal koma með hennar friði, lækning og lausn inn í allar þínar kringumstæður, en þú bara opnar hurðina. Og ef þú ert hérna nýr í dag, og mér langar til að segja þér að því ég segi þetta svo oft við fólk að því mér finnst þetta skipta gríðarlega miklu máli, að Jesús Kristur treður sér ekki inn í lífið þitt og mun aldrei nokkuð tíman gera það. Aldrei. Þetta er allt í þínum höndum. Það þýðir ekki að kenna honum þegar vel gengur. Nei, þegar illa gengur. Og sjálfur þegar vel gengur. Það þýðir ekki bara hvar ertu núna. Ertu búin að tala við hann? Ertu búin að hleypa honum í lífið? Er hann með svæði þín lífi, hann megi vinna í lífinu? Er hann með heimild frá þér til þess að hann megi umbreyta lífið þínu? Þú veist að hann þarf þessa heimild, í alvöru að tala. Hann er almáttugur Guð. Hann getur alveg komið inn í lífið, en hann mun aldrei gera það. Af því hann gaf lofur strax í byrjunni. Hann skapaði okkur í sinni mynd, líka sér. Gaf okkur frjálsan vilja til þess að velja og hafna. Og leið að velja eða hafna honum. Og hann fer aldrei inn í viljan þinn. Hann tekur hann ekki yfir. Þú verður að nota viljan til þess að velja hann, þá opnast þessa flóðkattir yfirsins, yfir allt þitt líf. Og það verður gjörbreyting öllu sem er að gerast í þínu lífi. Ég þarf stundum að horfa tilbaka og hugsa bara, hvað gerðist eiginlega? Hvað gerðist?
Eina sem er mér veist erfitt við þessa göngu núna, hvað þetta líður rosalega fljótt. Ég er svo spenntur, mér er svo gaman. Þú veist, ég var 70 núna daginn og mér finnst það alveg bara svakalegt, sko, bara, mér finnst það alveg út í hött, sko. Það þýðir ekki þannig það, en að því mér langar svo mikið að gera svo mikið. Já, nægu tími, alveg rétt. Mjög mikið tími. Og og það er það sem heldur okkur gangandi. Ég er horfið upp á fólk sem er að ná svo gríðarlega góðum árangur í dag í göngunni sinni, í edrúmennskunni og því sem gera. Og hvað er það sem hefur breyst í lífið þeirra? Af hverju fór þetta allt í hennan ganga? Við tóku trúna inn í gönguna sína. Við tóku Jesú Kristinn í gönguna. Aðri máttur var ekki bara eitthvað orð, sagnorð eða hvað það er. Heldur það var Jesús Kristur. Hann kallaði engu öðru nafni og þeir gera það ekki. Og það er að biðja og það er hvað? Það er að hjálpa öðrum. Og hvað er það að hjálpa öðrum? Það er kærleikur Guðs sem birtir í Kristi Jesú sem á að vera í líf okkar. Það er að beygja okkur niður til þeim sem er að berjast. Og veistu það er margir sem að, og það er svo gott, skilur líka, kom til minn ungu maður hérna á hann og þakka mig fyrir eitthvað sem ég hefði gert fyrir hann fyrir einhverjum tíma og kannski man ég ekkert kannski alveg, jú, ég man eftir að gerðist en það var ekki neitt svona sem breytti rosa miklu fyrir mig. Af því það var bara hluti af mín lífi. Það er að vera til staðar fyrir fólk og reyna að vera það. En kannski var það líka von sem þú settir inn í líf hans, þessa aðila. Og það er svo mikið að við séum til staðar fyrir fólk og líka þegar að óvinnurinn komið og fellt fólk að líka vera til staðar fyrir þá og standa með þeim í þeirri baráttu líka. Ekki bara loka fólk og svo þeir allt eru fritt og þeir, gott að sjá þau aftur. Hvað ertu búin að vera? Bara þegiðu, sko. Þegiðu. Það er ekki að minna mig á og ég sé búin að vera í burtu. Og ég held með að 12 spora vinnan, að vinna við að hjálpa öðrum, það verður bara svo rosaleg vakningu okkar eigin lífi. Við getum alltaf hjálpa fólki með það sem að Guð gefið okkur. Göngum þessa leið trúarinnar, biðjum, að biðja, þetta er engin formúla, það er engin formúla að biðja til Guðs. Við þekkjum með, faðir voru það, þetta Guð hlusta alveg á mig, ég man að ég verði að byrja þegar ég var yngri, þegar ég var að biðja, þegar ég var ungu strákur, ég þurfti að byrja 7-8 sinnum bara því ég man aldrei hvað ég var komin langt. Og það var ekki kannski svo mikill skilningur á því sem ég var að biðja. Mér fannst það bara gott, mamma sagði mér að þetta var gott og amma sagði að það var gott að biðja og þá baði ég. En þetta samt myndaðist grunnur í mitt líf að því að orðin okkar skipta máli frammi fyrir Guði. Og bænin er ekki það að þurfi að spenna greipar og fara niður á hnén og loka augunum og biðja. Þetta er formúlan í kringu, það skiptir svo litlu máli. Þetta er samtal við Guð. Þetta er samtalið okkar við hann það sem við erum að berjast við og líka það sem við erum að þakka fyrir. Að því við megum ekki gleyma því í okkar lífi og ég má aldrei gleyma því úr hvaða hæð ég féll. Ég má aldrei gleyma því á hvaða stað ég var þegar hann kom og greip inn í lífið, þegar ég gaf hann tækifæri að grípa inn í lífið. Og þá fann ég þennan yfirþyrmandi kærleika og elsku og föður kærleika Guðs í lífið mínu á þeim tíma. Og þessari stundum má ég aldrei gleyma, aldrei nokkuð tíma. Ég þarf að minna mig á okkur með einasta degi, takk Drottinn fyrir svona gerði fyrir mig, takk þegar þú reisti mig þegar allir héldu að ég væri að fara. Í 70 sammælinu mínu sem ég hélt daginn, þá voru börnin mín sem ég yfirgaf í 10 ár og ætlaði að vera í 3 mánuði. Og kom tilbaka og þú skildi allt eftir og þetta er svo mörg af okkur alkoholistannum berjast við, það er samskiptin okkar við börnin eða foreldra, eiginkonur eða fyrirverandi eiginkonur eða eiginmenn og það er reynst okkur og reynist mörgum rosalega erfitt. En ef við leyfum Guð að koma inn í þessar kringumstæður þá gerast kraftaverki og það gerðist í mínu lífi og það var svo fallegt í þessari ræðu sem það héldu að koma 2 upp og töluði fyrir hann barnana
Og það sem það sögðu, að því við gerum okkur aldrei grein fyrir þessu hvað þetta fólk að gangi í gegnum, hvað þessi yndislegu einstaklingar að gangi í gegnum í lífi okkar. Og það sögðu að einhvern veginn það væri gott að standa hér í dag og heiðra pappa og halda upp á afmæli hans, en það skal alveg viðurkennast, við áttum aldrei nokkuð tíman trúa því að myndu standa í þessu sporum eins og við stöndum í dag. Að því að mér lífið mitt var búið, ég var bara dauðað dæmdur, algjörlega. Óvinnur hann búin að gera, lífið búið að gera það. En Jesús Kristur kom inn í lífið mitt, reisti mig við að nýju og gerði það úr því sem að ég í dag. Og mér líður vel, ég er 70 ára gamall, mér finnst það í góðu lagi, ég hef fullan kraft, mér finnst gaman að vinna, mér finnst gaman að vera í kringum fólk, mér finnst gaman að hjálpa alkoholistum, mér finnst gaman að fyrirgefa aftur og aftur og aftur og aftur og mér finnst erfiðustu einstaklingin, þeir eru skemmtilegastur og bestir og það er mesta ánægjan að hjálpa þeim. Hugsið ykkur ef við getum bara náð þessu inn í hjarta okkar, hvernig heimurinn væri öðruvísi. Þú veist, þetta var sem Guð gerði fyrir mig. Þetta var það sem börnin mín gerðu mér. Þau fyrirgáfu mér það sem ég hef búin að gera, það sem ég hef búin að brjóta af mér. Fyrirverandi kona mín, yndisleg kona, sem á svo ótrúlega stóran þátt í minni edrúgöngu að ég skuli hafa getað komið heim eftir 10 ár og umgengis börnin mín og fjölskyldu. Þú veist, ég er óendanlega, það get aldrei þakka henni fyrir það. Yndisleg kona. Og ævinlega þakkláttur henni. Og hún líka þekkti hvað ég var að ganga með. Ég var með sjúkdóm sem ég réði ekki við. Ég var með hluti í mínu lífi sem ég réði ekki við. Ég gat þetta ekki sjálfur. Hún var ein af þeim eins og svo margir aðrir í þessari kirkju. Báðu nánast hverjum einasta degi að Guð myndi snerta í lífið minn og hjálpa mér að komast hann á fætur. Ég fór héðan burtu úr þessari kirkju, unglingaleiðtogi til að fara í biblíuskóla og það endaði bara allt öðruvísi. En náð Guðs er ný á hverjum degi fyrir líf okkar. Og ef þú ert hérna í dag, og er svo mikilvægt að við skiljum að þú verður að taka skrefi sjálfur. Það getur enginn gert það fyrir þig. Þú verður bara að koma fram, setja fram höndum og segja, Drottinn, ég bara gefst upp. Jesús, komdu inn í líf mitt, núna. Ég þarf að eignast frið. Ég þarf að eignast kærleika. Ég þarf að finna að ég sé eitthvað virði. Taktu hann þessa svipu úr höndunum sem ég er að berja mig með alla daga. Er það ekki það sem við erum alltaf að gera? Og í hvert fallið verða sárin dýpri og dýpri og dýpri. En hugsaðu hvað þetta er einföld leið. Minn vitnisburð og svo margar hérna inni. Marja, Hilma, Danni, fullt af fólki. Danni, alltaf upp aftur. En Guð þekki lífið hans. Við þekkjum það ekki, nema hluta til. Við vitum ekki hvað hann er búin að ganga gegnum. Erfiðleikana, myrkrið, alla hlutina sem við gengið í gegnum, alveg frá því hann var lítill drengur. Og megum við sjá fólk þannig, en ekki dæmandi. Þá segir, hvað get ég gert? Opnum bara faðir minn, get ég gert eitthvað til að hjálpa þér? Mikið svo vantum Danna, það var fyrsti maður sem kom inn á draumasæti. 7. desember 2012, þá lappaði hann inn. Við tókum við húsinu 7. desember. Hann var mættur 7. En kannski ekki alveg til þess að fara að búa þar. En það er nonnisa. En líf hans er breytt. Og hann, alveg eins og Silvía sagði hvað er svo mikilvægt að ég er ekki að meina að það sé eitthvað meiri heilagur andi hérna fyrir framann. En það er bara óbærslega mikið tákgræn gjörð að koma hérna fram og lyfta höndum. Það er bara tákgrænt og það er svo gott. Og það er eins og Silvía sagði, það er í þessari einingu, við þurfum þessa einingu. Við finnum hana inn í löggjörinni. Við finnum þetta er að gerast, en við erum bara, þorum ekki að stíga skrefið. Prófum það bara næstu samkomu, þá ætlum við bara að koma öll hérna fram. Bara burtum þessa stóla og bara gefumst upp og setja hendurinn og segja bara Drottinn, hér er ég, notaðu mig eða hjálpaðu mér, studdu mig í öllu sem ég er að gera. Ég þrá að eignast líf, í ljósi, ekki í þessu myrkri. Förum út úr þessu myrkri. Það þarf svo svakalega lítið ljós til að lýsa upp myrkur. Og það er það sem Guð vill gera í lífið hinnu. Byrja kannski hægt en smá saman fer þetta á stað.
En grundvallaratriðið, þú játir með vörunum, trúir í hjartanu að Jesús sé drottinn. Hann hafi dáið á krossinum fyrir allt þetta dörfli líf sem þú ert að berjast við í þetta, kvíðaninn og óttaninn og hræðsluna og vanmáttakendina. Og þá stendur að þá myndi hólpinn verða. Hvað er að vera hólpinn? Það er að vera bjargað og koni í öruggt umhverfi. Þú ert komin út úr þessu myrkri með játningu varaðina og trú hjartans, þá færið út úr þessu ógeðslega myrkri inn í ljósi með honum. Og þar tekur hann við öllu því sem við ráðum ekki við. Þá byrjar hann að matreiða líf okkar eins og á að vera. Og það er svo gott að geta vakna á hverjum einasta mótni, bara þakkláttur, kannski þreyttur, það er allt annað, sofa aðeins lengur, já, maður getur smá fúll og þurfa að fara að fætu kannski, en það er ekki út af því að lífið er leiðilegt. Það er út í það að maður er búin að kannski ganga fram á sjálfum sér, brjóta þetta náttúrulega umhverfi sem við verum að passa okkur rosa mikið á að gera ekki. Heyrðu það, Ólafur? Og síðan, og svo að labba út í lífið og bara koma út og skoða hérna sköpunina, yndislegu sköpunina. Lítið bara í kringum okkur eins og veðrið er búið að vera núna. Þetta er allt svo fullkomið. Guð er svo ótrúlega fullkominn í öllu sem hann tekur sér fyrir hendur. Ef ekki að rísa á fætur, ég ætla að biðja. Og mér langar samt sem áður að því, einn hluti af því að vera í myrkrun og líða svona eins og ég er búin að lýsa, er það að við þorum ekki að stíga skref. En í dag ætlar að Guð að gefa þér styrk og kraft til þess að stíga fram. Og það eru fyrirbyrjendur sem vilja biðja mér hérna, Laufey hérna og fleiri og Viktor og fleiri sem eru hérna til þess að biðja. Játaðu bara fram. Ég er bara uppgefin. Ég get ekki meir og ég þarf bara hjálp inn í mitt líf. Og svo biðjum við bara saman og biðjum Guð að koma inn í lífið og það gerir það. Hann er gentleman, hann treður sér ekki inn eins og ég sagði, en ef þú biður að koma þá kemur hann leið og hann fyllir hjartaðið og þú fyllist af von. Og vonin er það sem við þurfum á að halda. Við þurfum svo mikið á vonin að halda. Og það er svo margir sem er á sinn stað. Og hérna við skulum bara biðja, við skulum loka augun og sitta fram hendurnar. Segja bara Drottinn, ég þakka þér fyrir að þú ert hér, Drottinn. Ég þakka þér fyrir að þú þráir að koma inn í líf okkar. Þú þráir að fá að koma með umbreytingu inn í líf okkar. Takk, Drottinn, að þú ert með lausnina yfir öllum okkar kringumstæðum, Drottinn. Gefðu okkur að sjá, Drottinn, líka andlega, Drottinn, að þegar við opnum þessa hurð og horfum inn í ljósið á þér, þá stendur þú þar tilbúin til þess að koma og hjálpa okkur í göngunni í þessu lífi, Drottinn. Ég þakka þér fyrir, Drottinn, þú hjálpar okkur að fara yfir erfiðleikana. Þú hjálpar okkur að fara yfir þessa hóla og hæðir sem þurfum að fara í gegnum lífinu, Drottinn. Við þakka þér fyrir að þú ert með okkur í uppgjörinu þegar við erum að tala við fólk, þegar við erum að koma til fólks og biðja fólk já, Drottinn, bara fyrirgefninga, að taka móti fyrirgefningu, Drottinn. Ég biði bara Faðir minn að koma inn í líf okkar núna, ég biði að bara umturnaði líf okkar, gefðu Drottinn frið sem við þráum svo mikið í hjarta okkar. Bara þessi hnúi sem er hérna í maganum, Drottinn, bara burtu með hann í Jesú nafni. Gefðu okkur þessa líðan sem við erum með þegar við erum að lofa þig, þegar við erum að lyfta upp þínu nafni og horfa til þín og treysta þér. Takk fyrir að þú ert undursamlegur Guð. Takk fyrir að þeir sem eru hér inn er undursamleg sköpun þín, Drottinn. Allt eftir þinni áætlun. Þú ert með áframhaldið áætlun fyrir einn og sérhvern sem er hér inni. Ég þakka þér fyrir hvernig þú bara setur hlutina saman sem eru brotnir. Þú endurbyggir það sem þarf að endurbyggja. Og þú fyrst og fremst þá endurfæður okkur, Drottinn. Við þráum bara endurfæðingu. Við þráum að deyja þessu lífi sem við erum að lifa í dag, Drottinn. Við viljum bara, Drottinn, fá að fara úr þessum heimi myrkunsins, þennan jarðneska heim inn í þinn, Drottinn, guðlega heim, Drottinn. Við þráum að vera þar. Komi ríkið þitt, Drottinn, inn í líf okkar. Verði vilji þinn inn í líf okkar. Í Jesú nafni. Ég bara þakka þér, Drottinn, fyrir þessa viku sem er framöndan, Drottinn. Megum við fá að sjá bara hægt og rólega hvernig þú, Drottinn, starfar í líf okkar. Gefðu okkur þess að trú í kvöld. Þegar við förum að sofa, þá bara biðjum við til þín, Drottinn, takk fyrir á morgun. Þá vaknum við bara hress og kátt, tilbúin inn í nýjan dag með þér. Vitandi viss að þú ferð fyrir okkur í öllu sem við erum að taka okkur fyrir hendur á morgun. Takk fyrir að þú tekur burtu kvíðan og óttan, Drottinn. Takk fyrir að þú opnar augur okkur og víkkar út
sjóndeildarhringinn, Drottinn, við mögum sjá, Drottinn, fegurðina í öllu sem þú hefur gert og skapað og í fólkinu sem kringum okkur er. Og ég begi líka, Drottinn, að koma inn í ófyrirgefningu sem í fólki hér í dag, Drottinn. Gagnvart einhverjum aðilum sem hafa brotið á, Drottinn minn. Megum við bara losna við það, Drottinn, með það að segja, já, ég vel að fyrirgefa. Ég geri það til þess að losa sjálfa mig. Ég vil losna við hennar bolta og afhenda aðalinn sem á hann skili. Biður bara frelsi inn í líf okkar í Jesú heilaga nafni. Amen, amen. Ef ekki koma fram og biðjum og ég veit að það eru nokkuð sem ég er búin að tala, þú veist að ég var að